Í bréfi umboðsmanns frá 7. ágúst er einnig óskað eftir svörum frá forsætisráðherra. Óskað er eftir upplýsingum hvort núverandi ríkisstjórn hafi samþykkt siðareglur fyrir ráðherra og sé svo ekki hvort ráðherra telji siðareglur fyrir ríkisstjórnar gilda fyrir núverandi ríkisstjórn. Í svari forsætisráðherra kemur fram að ríkisstjórnin hafi litið svo á að siðareglur fyrir ríkisstjórnar eigi við störf ráðherra í núverandi ríkisstjórn. Þá kemur fram að siðareglur ráðherra og hugsanlega breytingar á þeim hafi komið til umræðu í ríkisstjórn og ekki sé ólíklegt að ráðist verði einhverjar breytingar á þeim. Þá lýkur bréfinu á þessum orðum. Í því sambandi leyfir undirritaður sér að spyrja hvort settar hafi verið siðareglur fyrir embætti umboðsmanns Alþingis og ef reglur hafi verið settar hvort mögulegt sé að fá aðgang að þeim. Til máls tekur 85. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra. Virðulegur forseti, fréttir undanfarna daga leiða hugann að mikilvægi siðareglna. En þannig er það að siðareglur ráðherra voru staðfestar í mars 2011 og rétt er að hafa það í huga að ein af niðurstöðum rannsóknarskýrslu Alþingis var að mikilvægt væri einmitt að ríkisstjórn og Alþingi settu sér siðareglur. En siðareglur ráðherra voru hins vegar tilbúnar og staðfestar. En við erum ekki búin að samþykkja hér siðareglur Alþingis sem vonandi stendur það nú allt saman til bóta. En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hæstvirtur forsætisráðherra, hefur einmitt verið spurður út í siðareglur ráðherra og þá kom fram að hann teldi að þessar reglur frá 2011 ættu enn við og að ekki hefðu nýjar reglur verið samþykktar en þó kæmi til greina, eins og hann orðaði það, að ráðast í breytingar á reglunum. Í framhaldinu þá lagði forsætisráðherra fram frumvarp breytingu á lögum Stjórnarráð Íslands sem nú er til meðferðar í háttvirtri stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Það sem gert er ráð fyrir því að nefnd siðferðileg viðmið fyrir ráðherra og stjórnsýsluna verði lögð niður. Forsætisráðuneyti mun samkvæmt frumvarpinu gefa stjórnvöldum ráð túlkun siðareglna, það er að segja forsætisráðuneytið eitt. Því er hér spurt, eru siðareglur ráðherra frá árinu 2011 enn í gildi að mati forsætisráðherra og í ljósi þess að nefnd siðferðileg viðmið hefur enn ekki verið endurskipuð, þá spyr ég, hefur forsætisráðuneytið tekið að sér strax og nú þegar það hlutverk að gefa stjórnvöldum ráð túlkun siðareglna eða hyggst forsætisráðherra skipta skoðun og stofna slíka nefnd á nýjan leik í ljósi þess að ekki virðist vanþörf á í núverandi ríkisstjórn. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, hv. þingmaður rakti sögu þessa máls er varðar siðareglur Stjórnarráðsins ágætlega. Það er rétt sem hv. þingmaður sagði að siðareglur sem samþykktar voru 2011 og birtust í stjórnartíðindum það ár hafa verið hafðar til viðmiðunar fyrir þá ríkisstjórn sem nú situr. Þannig fengu ráðherrar kynningu á þeim siðareglum þegar ríkisstjórnin tók við og þær voru hluti af upplýsingamöppu ráðherra sem að tíðkast að afhenda nýjum ráðherrum. Svoleiðis að menn hafa áfram haft þær reglur til hliðsjónar. Það er líka rétt sem hv. þingmaður nefndi að fyrir liggur nýtt frumvarp til laga Stjórnarráð Íslands þar sem að meðal annars er fjallað siðareglur og hlutverk þeirra og mikilvægi þess að skerpa þar á og það liggur fyrir að vinna hefur átt sér stað í forsætisráðuneytinu við undirbúning nýrra siðareglna, það hefur raunar komið fram áður, en jafnframt fylgt sögunni að eðli málsins samkvæmt verði beðið með setningu nýrra siðareglna þar til að frumvarpið Stjórnarráð Íslands hefur verið samþykkt. Í millitíðinni hafa menn þessar siðareglur frá 2011 til viðmiðunar. Til máls tekur 85. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtur ráðherra svörin. Það kom fram í svari hæstvirts ráðherra að farið hafi verið sérstaklega yfir siðareglurnar frá 2011 með núverandi ríkisstjórn og þess vegna vil ég spyrja sérstaklega í ljósi stöðu og tíðinda dagsins
var þá sérstaklega farið yfir reglur hagsmunaskráningu ráðherra, því að svo virðist sem að veruleg vanhöld hafi verið á hagsmunaskráningu ráðherra. Og síðan vil ég árétta spurningu mína varðandi nefnd siðferðisleg viðmið, hvort að ráðherrann telji ekki fulla ástæðu til að endurmeta afstöðu sína til slíkrar nefndar, þar sem að siðferðileg vandkvæði virðast koma upp ítrekað í ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, eins og nærri má geta tekið nú ekki undir síðustu fullyrðingu hv. þingmanns. Hvað varðar hins vegar spurninguna hvaða hluta siðareglna hafi verið farið yfir, þá var náttúrulega farið yfir reglurnar í heild. Þær fylgdu sem heild og eru til hliðsjónar sem heild. En með því ég alls ekki að fallast á fullyrðingu hv. þingmanns að ekki hafi verið farið eftir þeim reglum, meðal annars hvað varðar hagsmunaskráningu ráðherra. Ég gef mér að hv. þingmaður sé þar að vísa til þess að ráðherra eigi að segja frá því hverjir eru leigusalar þeirra. Það ekki fjallað það í þessum siðareglum og raunar ekki neinum siðareglum sem ég þekki. En að þá nefndum siðferðilegu viðmið í stjórnsýslunni, það virðist vera einhver misskilningur á ferðum hlutverk þeirra nefndar. Eftir sem áður verður leitað til þeirra stofnana sem að getið er í núgildandi lögum Stjórnarráð Íslands, umboðsmanns Alþingis, Ríkisendurskoðunar, ég man rétt, virðulegur forseti, og Háskóla Íslands leiðbeiningar og aðstoð við setningu siðareglna. Þannig að það breytist ekki þó að nefndum siðferðileg viðmið í stjórnsýslunni starfi ekki áfram.